Láru Guðmundsdóttur og Vigdísi Finnbogadóttur. Það var Björn Emilsson sem stjórnaði upptökum. Komið blessuð og sæl og verið velkomin í Páskalílur, þennan páskaþátt sjónvarpsins. Við höfum von á góðum gestum hér í kvöld, 3 konum sem allar hafa látið mikið að sér kveða í íslensku þjóðlífi á síðustu árum eða áratugum. Þetta eru þær Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, Sólveig Lára Guðmundsdóttir, sóknarprestur á Seltjarnarnesi og Rannveig Rist, forstjóri Álfélagsins. Og við munum hlýða á tónlist frá Capriccio kvartettinum, en hann skipaður þeim Áshildi Haraldsdóttur, Ragnhildi Pétursdóttur, Álfheiði Hrönn Hafsteinsdóttur og Louis Diesi. En fyrsti gestur okkar hér í kvöld er kona sem hefur líklega skipað veigameiri sess í hugum og hjörtum Íslendinga langt árabil en nokkur annar. Eftir að hafa verið forseti Íslands í 16 ár ákvað Vigdís Finnbogadóttir að draga sig í hlé á þeim vettvangi en snúa sér að öðrum störfum. Og Vigdís er komin hingað til okkar. Ertu hjartanlega velkomin til okkar, Vigdís? Þegar þú ákvaðst að draga þig í hlé á þessum vettvangi, þar að segja sem forseti Íslands, þá hefur maður tekið eftir því að eftir það að þá hefur ekki haft þig mikið í frammi svona í fjölmiðlum eða á opinberum vettvangi. Var það meðvitað? Já, ég hef nú haldið mig til hlés eftir megni síðan ég hætti í forsetaembættinu. Ég var sannast best að segja orðin dálítið þreytt á að sjá sjálfa mig svona mikið á myndum og við ýmis tækifæri og ekki alltaf skemmtilegt. En hvernig er það svona, þú saknar þess ekki að hverfa frá þessu sviðsljósi? Eða ertu bara frelsinu fegin? Öðru nær, ég er mjög fegin því að í því felst mikið frelsi og það er álag að standa mikið fyrir framan myndavélar. Maður er meðvitaður ljósmyndarnar miklu meira heldur en held ég að fólk grunar. Þú varst fyrsta konan í heiminum til þess að vera kjörin þjóðarleiðtogi í lýðræðislegum kosningum og síðan eftir það verður ferillinn mjög farsæll og langur líka. Hvernig augum lítur eiginlega þetta tímabil? Já, mér þykir nú vænt að heyra þig segja að það hafi verið farsælt því að ég hef eiginlega ekki aðrar fregnir af því. Þó að auðvitað hafi gengið upp og ofan eins og við öll störf. En það vildi svo sérkennilega til að ég var fyrsta konan sem var kjörin í heiminum og það vakti mikla athygli víða lönd, eiginlega allstaðar og þar með myndaðist sóknarfæri. Og ég nýtti það sóknarfæri, ég sé það núna, ég hef nýtt það sóknarfæri til þess að kynna Ísland út í heimi. Og ég er reyndar að njóta þess í dag, að ég er mönnum víða kunn sem íslenska konan sem var kosin árið af þjóð sinni. Maður heyrir þetta allstaðar, það er sama hvert maður kemur í Evrópu og víðar, það vita allir að þér. En hvernig er það? Nú ferðu auðvitað víða á þessum tímabili, er eitthvað sem stendur upp úr eða? Já, það stendur auðvitað margt upp úr, það er erfitt að velja eitt fram yfir annað. En það sem stendur upp úr er þegar að vel gengur að segja frá hver við erum og ég er mjög hreykin af Íslendingum og mér hefur fundist menn meta það mjög við Íslendingar styrkleika þeirra og til dæmis þennan styrk að hafa kjark til að kjósa konu sem forseta sinn. En það er fyrst og fremst þetta tækifæri sem okkur gafst til þess að segja frá okkur heiminum vegna þess að við erum náttúrulega hluti af heiminum og getum aldrei einangrað okkur hérna heima í okkar góða landi. Já. En nú er hlutverk forseta og hlutverk þjóðarleiðtoga almennt auðvitað mjög víðtækt og ákaflega mikilvægt fyrir þjóðina. Hvað var kannski erfiðast eða hver eru erfiðastu hlutverkin og hvað fannst þér erfiðast að takast á við? Það er alltaf erfiðast að takast á við það ef að þjóðin er óhamingjusöm. Og maður skynjar það alltaf öðru hvoru að þjóðin líður ekki vel. Og mér fannst það alltaf mjög erfitt því ég fann að það var svona titringur innan þjóðarinnar
að ég nú ekki tala þegar miklu og stóru slysin hentu okkur. Það voru svo erfiðir tímar að það verður varla rifjað upp. En aftur á móti nú lífið þannig að það gengur í öldum, ef svo má segja, og inn á milli alltaf alveg ákaflega skemmtileg og falleg tímabil og ég segi það satt að ég naut þess oft mjög að vera í þessu starfi. Já. Og heldur að þjóðinni líði ekki betur nú heldur en þegar þú tókst við? Það að segja, skilur ekki við þjóðina í betra ástandi, ef við getum sagt sem svo, það er kannski erfitt að með það? Jú, ég skil við hann í öðruvísi ástandi, ég má ekki að segja það, því að hún hugsar auðvitað allt öðruvísi, þetta allt aðrir tímar. Ef ég lít tilbaka þá þykir mér alveg sérstaklega vænt til dæmis hvernig á þessum árum við erum meðvituð gróðurvernd og hvernig allt hefur grænkað. Og er það svona það sem þú ert stoltust af eða hver er það stoltust af? Ég er stolt af öllu því hvenær sem menn leiddu hugann að því eða tóku eftir því sem ég var að segja í sambandi við ræktun. Hvort sem það er gróðurrækt eða mannrækt eða málrækt og ég er afar þakklátt fyrir þeim sem að tóku eftir því. Menn hafa verið að veita mér fallega gripi og skjöl og annars líkt fyrir það að þeim fannst ég vekja á þessu athygli. Ég er hreykin af því. Já. Við skulum gera smá hlé á þessu samtali í stund og við ætlum að hlýða á Capriccio kvartettinn aftur og þær flytja nú fyrir okkur Allegro eftir Mozart. Já, við þökkum Capriccio hópnum fyrir þetta, en Vigdís, eftir að þú sem sagt laugst þessu tímabili í þínu lífi, þá hefur tekið annað við hjá þér og kannski ekkert minna spennandi þó að það sé ólíkt. Og ég þykist vita að þú hafir átt nokkuð annríkt og hvað hefur þú svona haft fyrir stafni kannski að mestu leyti? Ég er mjög fegin því að það virðist vera þörf fyrir mína starfskrafta í heiminum og strax og ég hafði lokið störfum embættisforseta Íslands og var orðin frí og frjáls og fleyg, þá var farið að kalla eftir starfskröftum mínum og til allra hamingju þá hef ég mikla starfsorku, segi stundum að ég sé eins og Skógarfoss í orku og náttúrulega vel ekki Skógarfoss af tilefnislausu, en ég var á bara næstu mánuðum eftir að ég hafði lokið embætti beðin að taka að mér alls kyns verkefni og þeim hef ég verið að sinna. Það byrjaði nú með því að ég var tilnefnd sem formaður fyrir samtökum kvenleiðtoga í heiminum sem voru nýstofnuð, voru stofnuð svona nokkur mánuðum eftir ég lauk embættinu
Og þau samtök eru nú að sýna styrk sinn. Þau eru staðsett við Harvard-háskólann í Boston og þau eru að sýna styrk sinn núna með að halda fyrstu heimsráðstefnuna núna í apríllok. Þessi kvennasamtök eru svo sérkennileg, ég má til með að segja þér frá því, að þau eru ekki bara samsett af konum, það er að segja. Í aðalkjarnanum eru einungis konur sem hafa gegnt forsetaembætti eða forsætisráðherra og það eru nú ekki margar í heiminum. En við óskuðum eftir því að við hefðum okkur til liðsinnis fríðanflokk karla. Því að ég er alfarið á móti því að karlar vinni einir og að konur vinni einar að sínum málefnum. Og þannig að við hittumst núna í apríllok þessar öndvegiskonur og höfum sem sagt mjög sterka kalla til ráðgjafar í okkar umræðu. Og síðan þitt Sameinuðu þjóðanna, það er líka mjög veigamikið. Já, ég var líka tilnefnd sem formaður eða mér var falin formennska í heimsráði siðferði í tækni og vísindum, eða við ætlum að heldur nefna vísindum og tækni. Og það er gífurlegt verkefni framundan því þetta siðaráð allt of seint skipað. Það er komið í óefni á svo mörgum sviðum í vísindum og tækni, eða getur farið í óefni ef ekki gripið í taumana fyrst. Og það er mjög spennandi verkefni og kallar á mig til Parísar. Öðru hvoru ekki þykir mér nú verið að fara til Parísar, það er nú alltaf verið einn af þeim stöðum sem ég hef þótt vænt í veröldinni. En hvernig þessi samtök, þessi vinna sem þú ert að vinna, finnst þér hún skila jafn miklu, eins og þetta er náttúrulega mjög ólíkt því að starfa eingöngu fyrir Ísland. Nú ert að starfa á alþjóðavettvangi, ert að skila svona jafn mikilvægu starfi? Já, ég geri það að sjálfsögðu vegna þess að þegar ég var að starfa fyrir Ísland þá var ég líka að starfa fyrir heiminn. Og það fléttaðist saman og það gerir það líka núna því að eins og ég segi, ég kem hvergi, ég er alltaf Íslendingur þar sem ég kem, ég er alltaf að vinna fyrir Ísland leið og alltaf hef ég Ísland sem dæmi í öllum mínu málflutningi að sjálfsögðu. Ég er að fara núna, ég er að taka núna þátt í til dæmis mikilli umræðu sem er margbreytileika menningar í heiminum og mitt framlag þar er að sjálfsögðu að tala fyrst og fremst íslensku og íslenska tungu og Ísland og íslenska þjóð og hvernig við viðhöldum landi og hvernig við viðhöldum þessari uppáhaldsþrenningu minni, land, þjóð og tunga, þessari fléttu sem við erum alltaf að hugsa um. En þegar þú komst inn í forsetaembættið þá var litið á það víða heim sem stórt skref fyrir kvennabaráttu og hvernig finnst þér nú kvennabaráttan eða hvernig finnst þér staðan vera í dag? Svona ef við lítum á hnattrænu sjónarmiði. Hún hefur annars vegar tekið stórt stökk og hins vegar verður það að viðurkenna að hún rétt mjakast. En það er enginn vafi á því að hún hefur tekið geysilegt stökk á þessum tæpum 2 áratugum. Við sjáum það nú bara hér í heimahögunum, hvernig konur hafa haslað sér völl í bæði stjórnmálum og annars staðar og þeim fjölgar stöðugt. Þeim hefur fjölgað í flestum löndum Evrópu, það er að segja norðurhluta Evrópu, í Frakklandi og Englandi í stjórnmálum. Annars staðar hefur það gengið hægar og enn annars staðar er kyrrstaða. En þetta mjakast. Þetta er eins og stóð í saumastofunni að Kjartan Ragnarsson lét eina persónu sína að segja að þetta er allt að koma, stelpur. Já, einmitt. En ég ætla að kynna fyrir þér næsta gest okkar. Það er kona sem að þú þekkir vel. Það er Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Velkomin. Takk fyrir, kærlega. Sæl. Þið þekkist frá gamalli tíð, ekki? Jú, við erum búin að þekkjast í nokkur ár, já. En Sólveig Lára, páskarnir, svona, maður hefur á tilfinningu að þetta sé einhver annarsamasti tími ársins hjá prestum eða hvað? Já, að sjálfsögðu eru páskarnir mjög annarsami tími eins og jólin en það er samt ekki eins mikil skil á milli þessara stórhátíð og annarra daga eins og svo margir halda. Að vera prestur hér á höfuðborgarsvæðinu er gífurlega annarsamt starf og við erum önnum kafin alla daga og þó að páskarnir hafi yfir sig sérstakann ljóma og sérstakann kraft auðvitað. Helgihaldið er allt saman dásamlegt í kringum
kringum páskana og auðvitað setja fermingarna líka sín svip á störfin en þetta ekki endilega meiri annir heldur en aðra daga. Hvernig dæmigerður dagur hjá þér í starfi prests? Svona virkudagarnir að þá fer megnið af dögunum hjá mér í sálgæslu. Ég hef mjög mikla sálgæslu hér á höfuðborgarsvæðinu og þannig að megnið af deginum fer í það. Hlutverk kvenna í þessu embætti eitthvað veigameira þar að segja í sálgæslunni? Er það heldur en karla? Ég veit það nú ekki. Hins vegar vitum við það að sumum finnst betra að tala við konur og öðrum finnst betra að tala við karla og þannig háttar nú því miður hér á höfuðborgarsvæðinu. Við erum allt of fáar konur í prestsembættum og þannig hefur leitað til mín fólk sem þykir betra að tala við konu alls staðar að, bæði í Reykjavík og úr nágranna byggðunum. Þar að auki hef ég líka verið prestur Kvennaathvarfsins núna nokkra ára skeið, þannig að konur þar hafa leitað mikið til mín. Já, þú verður prestur þar. Er eitthvað fleira sem að þú sér fyrir þér sem þið langar að láta þig leiða á þessu sviði? Það er að segja, áttu þér eitthvað draumsýn svona? Já, svo sannarlega á ég það því að þannig hittist nú á að við hjónin erum að fara í námsleyfi næsta vetur. Og þar ætla ég að leggja stund á sálgæslu einmitt að gera mér svona auðveldara og víkka út minn sjóndeildarhring sem tengist sálgæslunni og ég hef mjög mikinn áhuga einmitt á sálgæslu kvenna og ætla að stúdera það að ég ætla að leggja stund á kristna íhugun sem svona meðferðartækni í sálgæslu kvenna og ég tala um draumsýn að þá á ég einmitt þann draum að kirkjan geti opnað eða staðið fyrir einhvers konar kyrrðarsetri fyrir konur þar sem að konur geti fengið svona heildstæða uppbyggingu. Við erum að lesa stórkostlega viðtal við Ingu Stefánsdóttur sálfræðing í dag þar sem hún er að tala ofurkonurnar sem að þurfa svona uppbyggingu en það sem að mér finnst við þurfum að gera, það sem mér langar til þess að gera er það að koma á einhvers konar setri þar sem að hægt er að bæði hlú að mjög brotnum konum sem hafa búið við langvarandi ofbeldi á sínum heimilum en einnig líka svona þessum konum sem ætla sér of mikið og eru kannski útbrunnar og þreyttar. Þannig þannig að nota það sem að ég tel að sé stærsti krafturinn í allri meðferðartækni sem er kristin íhugun. Og að því nú eru páskar að þá er einmitt kraftur upprisunnar og kraftur páskana inn í líf nútíma fólks er svo geysilega dýrmætur. Vigdís, er þetta þín sýn líka? Er kristin íhugun sú stærsta og mikilvægasta? Já, ég tek heils hugar undir það og tek meira að segja þátt í henni. Ég hef varið bænadögunum í Skálholti á kyrrðardögum og ég er alveg sammála séra Sólveigu Láru um það að þar er bjargvættur fyrir marga sem að eiga sárt að binda. En það er líka annað sem að er íhugunarvert og það er sá siðferðilegi styrkur sem að einmitt kirkjan getur verið leiðbeinandi og ég er alltaf að auglýsa eftir því núna að mér finnst vanta kennslu, mér finnst vanta leiðbeiningar í siðferði, siðvitund. Það er hvergi nokkuð stór á dagskrá og börn fá ekki aga til að vita hvað er rétt og hvað er rangt og þarna getur kirkjan verið leiðbeinandi vafalaust. Nú segja Íslendingar til dæmis í skoðanakönnunum og svona á tyllidögum eða þannig að þeir telja sig vera mjög kristna og það er svona yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar sem að bæði tilheyrir þjóðkirkjunni og telur sig vera kristinn. Er þetta fullkomlega rétt eða er þetta eitthvað sem að fólk svona tala meira heldur en að rækir sjálft? Spurningin er hvað er að vera kristinn?
og það hefur oft verið talað það að Íslendingar séu vel trúaðir en illa kristnir og það má vel vera að þetta sé rétt og kannanir hafa einmitt sýnt þetta að Íslendingar að þeir eru trúaðir, þeir trúa á eitthvað svona æðra afl og eitthvað svona sem að er sterkar en það sjálft og sumir segja ég trúa þar að ég trúa sjálfa mig og annað slíkt sko. En náttúrulega kjarni kristinnar trúar er páskaboðskapurinn. Það er að segja Kristur er upprisinn og einnig boðskapur föstudagsins langa að Kristur dó fyrir syndir okkar og reis upp og sigraði þannig dauðann. Og þetta er kjarni kristindómsins og ég held að kirkjan hafi kannski verið of veik í því að boða það að þetta er einmitt það að vera kristinn, að trúa þessum óraunverulegu sannindum en gefur samt svo mikinn kraft í líf þess sem trúir. Já, en áður en við höldum lengra þá ætlum við að hlýða á Capriccio kvartettinn sem flytur nú fyrir okkur Adagio eftir Mozart. Til okkar kominn nýr gestur, Rannveig Rist, forstjóri Íslenska Álfélagsins. Velkomin. Takk fyrir. Nú hefur þú verið, forstjóri í rúmt árið ekki? Jú. Og þú hafðir auðvitað verið þarna í þessu fyrirtæki ansi lengi. Vissirðu að hverju þú gekkst eða komst starfið þér á óvart? Já, það kom mér svolítið á óvart. Vissulega var ég náttúrulega búin að hafa tíma til að átta mig á þessu. Það var hálft ár frá því að þetta var kunngjört þangað til ég tók við, þannig að það gafst tími til þess að setja sig inn í málin. En þetta er nú mjög breytilegur heimur sem við lifum í, þannig að það hefur líka margt breyst á þessu ári. Við erum búin að stækka verksmiðjuna um 60%, þannig að það hefur mikið gengið á. Þetta er eitthvað annarsamasta ár í ævi Ísal, þannig að þetta er töluverðar breytingar. Svo er Alusvis líka breyst mjög mikið sem á fyrirtækið og breyttar áherslur, þannig að það hefur verið mjög annarsamt og spennandi að takast á við þetta. En nú hefur maður séð svona í sjónvarpi og svona bæði í gallanum sem sagt með hjálminn og svo hins vegar í kjólnum og svona. Hvort kanntu nú betri við svona hlutverkið? Já, hvort tveggja. Mér finnst það mjög gaman að fara í sparifötin og breyta til og halda upp á
páskahátíðina. Mér finnst það mjög skemmtilegt, sérstaklega finnst mér það svona skemmtilega andstaða við það að vera í vinnugallanum. Ég held að þeir sem eru dagstælega í vinnugölum hafi jafnvel ekki síður gaman að því að fara í spariföt og punta sig heldur en þeir sem eru í sparifötunum kannski meira og minna alltaf. Hér er þessi á myndaði það sem var valin kona ársins. Var það eitthvað sem að þú svona, er það eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir þig? Já, mér fannst það mjög ánægilegt þegar nýtt líf valdi mig konu ársins. Það var dálítið óvænt en mér fannst það mjög skemmtilegt. Og svo ertu líka formaður stjórnar Lýðveldissjóðs, þar sem varst að afhenda verðlaun í þinghúsinu og við sáum Vigdísi þarna með þér. Já, það var íslenska þjóðin gaf 500 milljónir til að rækta annars vegar íslenskt mál og síðan til rannsókna á lífríki hafsins og við útlutum 100 milljónum á ári í 5 ár þannig að það er 17. júní á ári hverju þá er athöfn í þinghúsinu þar sem útlutum við það fram. Nú hlýtur þú að fá oft spurninguna hvernig er að vera kona í forstjórastöðu með ung börn. Pirrar það þig að fá slíka spurningu? Nei, mér finnst það ósköp eðlilegt vegna þess að það er ennþá það sjaldgæft að konur gegnir svona stöðum að það er eðlilegt að fólk staldri við og spurji hvernig það gangi. En já, mér finnst það í raun og veru skipta ekki neinu máli vegna þess að ég fæ þessa stöðu ekki út af því ég er kona heldur af öðrum ástæðum en það sem er óvanalegt vekur forvitni þannig að nei, ég gerði nú gjarna á meðan ef ég léti það pirra mig. Nei, en hvers vegna eru karlar ekki spurðir þessu líka? Ég veit ekki, það væri kannski líka bara áhugavert að spyrja þá að því. Hvernig þeim hefur tekist upp að gegna svona störfum og halda saman fjölskyldu. Mér finnst það ekkert síður áhugavert heldur en hvernig konur gengur til við það. En hvernig upplifið þið, núna er það mikið talað þessa ofurkonu í íslensku þjóðfélagi og hún kannski er víðar. Það er að segja hvort að vestrænt samfélag er farið að krefjast þess að konan sé bæði að hún svona sé framakona og hún er auðvitað að vera falleg og alltaf vel til höfð og svo hún verður fullkomin húsmóðir. Er þetta hægt? Ég held að samfélagi geri ekki raunverulega svona kröfur á konur. Ég held að konur setja kröfurnar á sjálfa sig en ekki ytri aðstæður endilega. Og ég er óskup venjuleg manneskja og uppfylli bara óskup venjuleg skilyrði. Ég er ekki að reyna að gera allt og hafa allt alveg fullkomið og perfekt heldur gera bara það sem mér sýnist ég ráða við og geta lifa sæmilegu, rólegu lífi meðfram. Þannig að ég tek þetta ekki svona með slíku offorsi eða með slíkri fullkomnari áráttu. Ég held að sé aðalgaldurinn í þessu sé að kunna segja nei og taka ekki þátt í og miklu, flækjast ekki inn í alls konar nefndir og ráð og klúbba og meðan börnin eru það lítil að ekki gefst tími til slíkra starfa og ég held að það sé aðalgaldurinn að færast ekki í fang og mikið. Hvað segir þið hérna? Sólveig Lára, þú minntist á þetta áðan að þú hefði virkilega þurft að sem sagt sinna konum sem væru hreinlega búin að brotna niður af þessu álagi. Já, ég hef mjög miklar áhyggjur af konum í dag. Mér finnst þær fórna sér alveg gífurlega mikið. Þær vilja sanna sig, þeim finnst það þurfa að sanna sig gífurlega mikið í þeim störfum þar sem þær hafa tekið að sér og slaka lítið á öðrum sviðum sem þær hafa tekið að sér. Og þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við gerum konum grein fyrir því að þær þurfa líka að hlúa sjálfum sér og hlúa sjálfum sér áður en kemur að því að þær brotna niður. En ég hef mjög miklar áhyggjur af konum í dag vegna þess að ég hef séð það hvernig þær hafa brotnað virkilega undan þessu álagi sem að nútíminn einhvern hátt hefur lagt á þær eða þær sjálfar. Vigdís, er þetta eitthvað sem hefur kannski ekki tekist í kvennabaráttunni eða? Já, við skulum bara segja að það hafi ekki tekist vegna þess að það er ekki síður þjóðfélagi sem leggur þetta á konurnar. Þær vilja sanna sig og þjóðfélagi hefur ekkert komið til móts við það að reyna að gera eitthvað annað heldur en hefur verið venjan í öll þessi 1000 ár. Allar þessar 1000 ára að karlinn hefur alltaf, því miður, að verður að segja það eins og það karlarnir hafa alltaf komist upp með allt og svo þegar blessuð konan alltaf fara að sanna sig
þá fer þetta auðveldlega úrskeiðis vegna þess að hún fer að gera sömu kröfu til sín og kallar hefur verið gerð til kalla allar þessar aldir og leið gerir hún kröfuna umfram það að vera sú þjónandi sál sem hún hefur líka, sem hún hefur aftur á móti alltaf verið. Svo að þetta stangast hvað á annars horn, raunverulega. Og ég held nú að karlar sé að byrja að skilja þetta. Og við vitum það að það ekki til neitt sem heitir jafnrétti í heiminum milli karla og kvenna nema að það sé í gegnum vináttu karla. Og til allra hamingju þá eru karlmenn það skynsamir, ég hef ekki hitt nokkurn karlmann, greindan karlmann sem ekki skilur þetta, að konurnar og farsæld kvenna, hún byggist alfarið á vináttu karla. Og það karlana að koma nú til móts við þessar ofurkonur og hjálpa þeim í gegnum þetta skeið. Því ég held að þetta sé skeið. Því nú eru þær alveg syni sem að eiga að skilja þetta. Já. Við skulum halda fram þessa umræðu hér rétt á eftir, en nú skulum við hlýða á Allegro Spiritoso frá Capriccio kvartettinum. Við vorum að
að tala hér áðan ofurkonuna, þetta sem hefur mikið verið talað í fjölmiðlum í vetur. Ég veit ekki hvort þetta er svona einhvers konar tísku fyrirbrigði í umræðinu eða hvort þetta er virkilega svona slæmt eins og fjölmiðlar allavega hafa látið í veðri vaka. Hvað með þér Rannveig? Ferð þú til dæmis, eru fjölmiðlar eftir þér reyna að fá þig í viðtal sem ofurkonan? Nei, það er náttúrulega koma og spurja þessi atriði sem komst inn á áðan, hvernig væri að sameina forstjórastarf og fjölskyldu. Það orðið mjög oft spurt það og svona einna minnisstæðast af því hvernig þegar þeir hringdu mig frá Veru, mjög elskuleg kona frá tímaritinu Veru og ég átti mjög ánægilegt spjall við hana. Hún vildi endilega fá mig í viðtal það hvernig væri að samræma þetta starf og heimilislíf og ég var búin að vera forstjóri í einhverja 2 mánuði eða eitthvað álíka og var nú ekki alveg svona tilbúin í það en hvaðst vera reiðubúin ef hún talaði við hann Hörð Sigurgeirsson hjá Eimskipafélaginu sem hefur áratuga reynslu af því að sameina það að stjórna stóru fyrirtæki og eiga fjölskyldu og eftir að nokkrum árum síðar væri ég reiðubúin að koma í svona viðtal. Já, þannig að... Ég hef nú ekki reykist á viðtali við Hörðin. Nei. Þannig að raun og veru þá er verið að ætla sér þess að þú upplifir þetta allt annan hátt heldur en... Já, og líka í það sé eðlilegra að ég segi frá mínum einkahögum og minni fjölskyldu heldur en væri ég karlmaður í sams konar starfi og mér fannst það svona kannski punkturinn sem ég vildi vekja athygli hennar á að mér finnst þetta vera líka svona ganga svolítið inn á það spor sem mér fannst ekki neina ástæða til í því starfi sem ég gegni. Vigdís, þú staðir á þann að þú heldur þetta væri skeið sem að myndi þá væntanlega ljúka? Já, ég er að vona það. Já. Vegna þess að ég hef horft upp á þessu ofurkonu í mörg annars ár. Ég hef sjálf verið ofurkona og viðurkenni það fúslega og þótti það út af fyrir sig mjög leiðilegt af því mér fannst það bitna á fjölskyldunni. Ég var með svona slagorð eða hvað ég segja, svaraði hressilega fyrir mig og sagði að þetta er skipulagsatriði. En þetta er ekki aðeins skipulagsatriði. Því að börnin og fjölskyldan líður fyrir það ef maður þarf að velja eitthvað umfram hana. Og það þarf ofurkonan að gera þegar hún sinnir starfi sem kallar á viðvist eða kallar á það að hún sé stödd einhvers staðar. Nú líður að aldamótum og hvernig sjáu þið Ísland takast á við nýja öld? Hvernig sjáu þið Íslands þjóðfélag svona eftir nokkur ár? Ég vona að verði fjölskylduvænn en það er núna. Mér finnst áherslurnar í þjóðfélaginu ekki vera mjög fjölskylduvænar. Mér finnst áherslurnar á börn og gamalt fólk vera svolítið eins og það að koma þessum aðilum í geymslu og ekki þannig að sameina fjölskylduna og fólk eigi að njóta meira fjölskyldulífs og það sem er meiri tækifæri og áherslulegt á það og stuðningur frá hinu opinbera við það að fjölskyldan sé saman, bæði hafi tíma til þess og svigrúm til þess. Það er ekki, fjölskyldan er ekki það sem er nægilega í brennidepli fyrst mér. Það er ekkert sem fólk á dýrmætara en fjölskylduna og það verður ekki aftur tekið ef því atriðið er gleymt. Já, ég vil nú taka undir þetta en árið 2000 þá verður haldið upp á 1000 ára kristni hér í landi. Og það sem ég myndi vilja sjá á næstu öld væri það, við vorum að tala um það áðan Íslendingar væru trúaðir en illa kristnir, að kristinn mannskilningur og kristinn hugsun væri það sem að fjölskyldan og lífið byggði á og þar af leiðandi kristnar jafnréttishugsjónir. Vigdís? Mesta gæfuspor sem Íslendingar getur stigið inn í nýja öld, inn í nýtt árþúsund er að beita sig meiri aga og að reyna að koma sér saman agað samfélag og að sameina fjölskyldun upp á nýtt. Stórfjölskyldan, við finnum þetta alltaf þegar það kemur á jólum eða fermingum eða giftingum eða eitthvað sem gerist í fjölskyldunni, þá er stórfjölskyldan, hún er þarna og er sameinuð og nýtur þess að vera saman. En fyrst og fremst finnst mér að reyna að sameina meira börnin og það er að segja fyrstu kynslóðina og þriðju kynslóðina. Það er svo skemmtilegt að nota þetta orð þriðju kynslóðina í stað fyrir að tala um eldri borgara.
þessar fyrsta og þriðja fá að vera miklu meira saman og fyrsta kynslóðin fá að njóta af reynslu þriðju kynslóðarinnar og hlýju, kærleika og elskusemi. Rannveig, nú hefur Vigdís látið mikið til sín taka á sviði umhverfismála og svona síðustu misseri þá hefur þessu verið blandað nokkuð saman í sömu umræðuna, þar að segja umhverfismál annars vegar og þá gegn stóriðju hins vegar. Hvernig lítið þú á þessi mál? Er stóriðjan fjandvinur eða fjandi umhverfismála? Nei, það finnst mér nú ekki þurfa að vera. Hún getur auðvitað verið það ef þannig er að málum staðið, en ef að umhverfismál eru tekin alvarlega og föstum tökum og jafnt og þétt á skipulagi, þá getur stóriðjan raunverulega auðveldar stýrt sínum umhverfismálum heldur en margir smáir aðilar sem myndu nýta jafn mikla raforku til dæmis. Við notum í Straumsvík þessar myndir 45% af rafmagninu í landinu, þannig að við erum svolítið stór notandi og þá er frekar auðvelt að halda utan umhverfismálin innan þessa svæðis ef við lítum á það í þeim einingum. Og ég held að það sé öllum ljóst sem er að reka verksmiðjur þessu tagi í þessum heimshluta að það er ekkert síður mikilvægt heldur en að skila hagnaði að vera með umhverfismálin í lagi. Það tryggir rekstur þessa fyrirtækis inn í næstu öld. Ef við stöndum illa að umhverfismálum þá erum við búin að vera og við gerum okkur alveg grein fyrir því. Þannig að það er mikið aðalmál. Vigdís, hvernig lítið þú á þetta? Náttúruöflin íslensku miklu? Mér finnst Rannveig syngja fagurlega þegar hún segir þetta, því að þetta verður auðvitað hugsun fyrst og fremst, annars erum við búin að tapa þeirri ásjónu ásýnd sem við höfum, andspænis öðrum þjóðum, og við lifum bara í þessum stóra heimi. En já, það er styrkur af að eiga fólk sem kemur vel orðum að því sem það þarf að gera. En Vigdís, þú sér líka samhengi þegar ekki á milli náttúruöflanna og trúrækni, eða hvað? Jú, mér hefur flogið í hug aftur og aftur þegar við erum að tala þessa hátíð kirkjunnar, að hvort sem það er kristin trú eða einhver önnur trú, þá hlýtur það að vera þannig að þeir sem að lifa í svona miklu nábýli við náttúruöflin eins og Íslendingar gera, þeir hljóta að setja traust sitt á æðri mátt, enda höfum við iðulega orðið þess vör þegar eitthvað á bjátar. Já, og með þessum orðum þá skulum við ljúka þessu hér í kvöld. Ég þakka ykkur innilega og hjartanlega fyrir komuna. En það er sem sagt Capriccio kvartettinn sem að lýkur þessu fyrir okkur og flytur fyrir okkur Menuett eftir Mozart. Verið sæl.